Charismatic. Halló alls saman. Hlýjar kveður lekar allra. Við erum afar glöð að vera aftur með ykkur í nýjum þætti. Hjá Charismatic vinnum við allan sólarhringinn að því að skapa efni sem raunverulega gagnlegt fyrir ykkur. Yfir 50 manns leggja sitt að mörkum af nákvæmni og alúð í gegnum netrása okkar svo þið fáið bestu mögulega upplifun. Ef ég hafi gaman að þessu efni, vinsamlega deili myndbandinu með öðrum. Þessi litla aðgerð hjálpar þættinum að ná til fleiri og gefur okkur orkuna til að halda áfram en sterkari og betri. Eigum að byrja. Gerum þetta. Velkomin. Í dag ætlum við að kafa ofan í, frekar óþægilegt efni. Við ætlum að skoða þessi ósýnilegu valdakerfi sem stjórna okkur öllum. Einmitt. Hugmyndirnar ráðdýrar ekki til Niccolò Machiavelli, en pælingin að skoða heiminn eins og hann í raun og veru, ekki eins og við vildum óska að hann væri. Nákvæmlega. Og þessar heimildir byrja á mjög sterkri myndlíkingu sem að við lífum flesti í svona ósýnilegu búri. Já, við líðum húsbónda sem við höfum aldrei hitt. Við höldum að við tökum okkur ein ákvarðanir, en samt verðist alltaf sama fólki vinna leikinn. Einmitt. Við erum eiginlega bara peð á skákborði einhvers annars. En í dag ætlum við að skoða handbókina sem hinn spilarinn að nota. Og það fylgir varnarorð með því. Þegar maður sér rímlan í búrinu þá eiginlega ekkert aftur snúið. Maður getur ekki afséð þá. Og þetta kemur allt frá Machiavelli sem var engin, heimspengingur í Fílabeinsturni. Nei, alls ekki. Hann var stjórnmálamaður í Flórens á 15. öld, þar sem allt snerist völd, svik og stríð. Bókin hans, Prinsinn, var ekki fræðaritt, hún var eiginlega bara lifunarleiðbeiningar. Já, hvernig heimurum virkar í alvörunni, ekki stjórnað af siðferði heldur. Heldur afli, ótta og einhagsmunum. Allt í lagi yrkjum á fyrstbóljóðmálinu, sem kallað hagfræði nærverunar. Og þetta eitthvað sem ég held að við brjótum öll daglega. Sko pottþétt, okkur kennt að vera alltaf til staðar, svara strax í síman, gefa af okkur, en það sem sagt hér að það gerir okkur ekki verðmætari, það gerir okkur ódýrari. Ódýrari? Hvernig þá? Þetta bara grunnlegum málum framboð og eftirspurn. Virðing afurð fágætis. Hugsa vatn og deimanta. Ok. Vatn lífsnauðsynlegt en það allstaðar, svo það nánast ókeypis. Deimantar eiginlega alveg gagnslausir, en af því þeir eru sjaldgæfir. Þá eru þeir dýrkaðir í skýr. Þannig að stöðug nærvera gerir mann af vatni. Maður tekinn sem sjálfsögðum hlut. Nákvæmlega. Og þegar þú skrúar fyrir kranan, þá verður fólk ekki þakklátt fyrir allt vatni sem maður fekk. Það verður bara reitt. Vá. Þannig að með því að vera of mikið til staðar maður í raun að styrkja sína eigin fangelsisremla. Já, því strategisk fjarvera skapar tómarum og mannlegt eðli tólir ekki tómarum. Aðrir flýta sér að fylla það með forvitni, eftirvæntingu, athygli. Þetta leiðir okkur beint að næsta lögmáli sem verðu nauðsyn ekki hetja. Af því það ekki nóg að vera bara fjarverandi, fólk verður að þurfa og manni að halda þegar maður loksins birtist. Akkurat. Hetjan kemur, bjargar degin og svo hverfur svo. Henni fagnað, en svo henni gleymt. Af því að það ekki lengur þörf fyrir hana. En nauðsynin, hún varanleg. Machiavelli sagði að vitur prins því að sjá til þess að þegnarnir þyrftu alltaf á honum að halda. Öryggi felst ekki í að vera vinsæl, heldur í að vera ómissandi. Í vinnunni þýðir þetta þá að hafa eitthvað sérstaka færni, eitthvað sem engin annar kann? Já, eða eitthvað sem gerir það allavega mjög kostnarasamt og sásökafúrt að losna við þig. Og í persónlegum samböndum það jafnvel ennþá beittara. Hvernig þá? Að vera sá eini sem skilur eða sefar eitthvað djúpstæða þarfir hjá hinum aðilanum. Það kannski svolítið kalt að segja það en fólk yfirgefur sjaldan þann sem það þarfnast fyrir eitthvað sem það aðeins elskar. En maður þá ekki viljandi að skæpa meðvirkni? Það hljómar ekki mjög heilbreytt. Það hættan, algjörlega. En frá sjónarhópli valdsins, eins og það sett fram hér, snýst þetta ekki heilbrigði, heldur stöðuleika. Þegar maður verður uppspreyta stöðuleika, þarf maður ekki lengur að piðja tryggði, hún bara gefin. Ok, svo maður á að vera fágetur og ómissandi. En hvernig gerir maður það án þess að sýna á spilin? Það tengist þriðja lögmálinu, sem þoka stríðsins. Þetta þessi klassísku mistök að tilkynna áform sín fyrirfram. Já, þetta algjör gildra og það eru 3 ástæður fyrir því. Svo fyrsta bara líffræðileg. Þegar þú segir frá markmiðinu þínu, ég ætla að skrifa bók og færð hrós. Þá fær heilinn verðlauna tilfinningu. Einmitt,
Dópamín losnar og heilin heldur að verkinu sé einlega lokið. Drifkrafturinn minnkar. Ég kannast svo vel við þetta. Maður er sattur af orðum áður en maður hefur gert nokkuð. Öll orkan fyrir að tala það. Nákvæmlega. Önnur ástæðan er félagsleg. Þetta er boð skemmdarverk. Leið og þú lýsir yfir metnaðið þínum, þá öggrar þú meðalmennsku annara. Og þeir byrja að draga úr manni, ertu viss. Þetta er rosalega erfitt, veistu það. Já, fólk vill halda aðrum niðri með sér, í krabbafötunni. Og svo þriðja, sú makiavellískasta, er fyrirsjáanleiki. Sá sem er fyrirsjáanlegur er auðstýranlegur. Ef anstæðingurinn veit hvað þú ætlar að gera næst, þá ertu búinn. Akkurat. Lausnin er að vera lokuð bók. Láta verkin tala. Takk fyrir að vera með okkur hingað til. Ef þetta var gagnlegt fyrir ykkur, sendið það núna til einna mannesku, ein deiling, einu sér hvetur teimið okkar verulega. Þetta er áhugavert, af því þetta fiskalögmál nærveru virðist vera undirstaðan fyrir svo margt. Ef maður oft tilstækur, er maður þá ekki líka líklari til að verða tilfinningalegar háðari og þar með brjóta fjórðalögmálið. Já, og það er kannski þá óþægilegast af þeim öllum. Lögmál tilfinningalegs ósamhverfis. Sem er? Þetta er oft kallað reglan minnstan áhuga. Í stuttum máli, þá sem ber minni kvíkbóka fyrir sambandinu, stjórnar því. Þá sem er tilbúin að ganga í burtu, hann stjórnar. Og of mikil tilfinningalega fjárfesting, þetta stöðuga er allt í lagi, það er þá veikleikamerki. Samkvæmt þessum pælingum, já. Þetta er ekki umhyggja, þetta er birtingarmynd kvíða og kvíði er fráhrindandi. Valdið færist sjálfkrafa yfir á hinn aðilann. En hvað á maður þá að gera? Verða tilfinningalaus? Nei, það er misskilningurinn. Lykillinn er að rækta með sér innri styrk, að vera ekki háður staðfestingu frá öðrum. Þegar maður hættir að elda, þá breytist allt. Þá færist kvíðinn yfir á hinn aðilann? Einmitt, og það er dimm þarsögn í þessu. Fólk laðast á þeim sem sýna að þeir þurfa ekki á því að halda. En hvað svo þegar maður þarf að beita valdi, eins og að slíta sambandi eða reka ykkur? Flestir reyna mikið höggið, en 5. lögmálið, skurðleiknisnýfurinn, segir að það sé það versta sem maður gerir. Já, það er verið að endurskilgreina hvað samkennd er. Hér er aftur vitnað beint í Machiavelli. Skaði skal alltur unnin í einu, en gæði skal veita smátt og smátt. Þannig að hægur og sársaukafullur endir er bara pynting. Nákvæmlega. Hrein skurður, eins og hjá skurðlækni, er átakandi á augnablikinu, en hann er afkerandi. Og þá getur lækningaferðið hafist. Svo þetta kannski einn daginn er í raun bara grimmd að halda fólk í fangilsi falskra vonar. Já, hrein skurður þótt hann sé sár er í raun virðing. Það er að gefa hinum aðilanum frelsi til að halda áfram. Allt í lagi, næsta lögmál. Vekta athygli hvað sem að kostar. Þetta gengur tvert og allt sem mann er í kantum hógvarð, að dæmi ekki bókina og kapunni og allt það. Já, en raunveruleikin er sá að fyrir flesta er kapan það eina sem þeir sjá. Heimurinn verðlaunar ekki þann hæfasta, heldur þann sýnilegasta. En er ekki hætta á að innihaldi verið tómt ef maður er of upptekin að ímyndinni? Það er hættan. En sjónarhornið hér er að vald er leiklist. Að stjórna því hvernig maður gengur, talar, klæðir sig. Það er ekki yfirborðsmennska. Það er tungumál undir meðvitundarinnar. Valdamikið fólk flýtir sér ekki. Nei, það hreyfir sig eins og tíminn tilheyri því. Þetta snýst ekki að vera hávær, heldur að vera meðvitað öðruvísi til að stjórna því hvernig aðri skynja mann. Ef þú skilgreinir ekki þína eigin ímynd, þá gera óvinur þinni það fyrir þig. Og þá erum við komin að síðasta lögmálinu sem bindir allt saman, meistarinn í tímasetningu. Nýliðin er alltaf að flýta sér, bregst fyrir öllu strax. En meistarinn býður. Hér er aftur vísað í Machiavelli. Fortuna er heppni eða fljótið sem þú getur ekki stjórnar. Virtu er kunnáttan þín, hvernig þú stýrir bátnum þínum á þessu fljóti. Og flest mistök stafa af óþolinmæði. Að samþykja fyrsta tilboðið af afta. Já, eða gefast upp rétt áður að maður nær árangri. Þolinmæði er ekki bara dygð, hún er vopin. Hugsaðu ljónið á slektunni. Það hleypir ekki á eftir hverju gassellu. Nei, það er býður, það sparar orkuna. Og sler svo til með fullum krafti þegar augnablikið er rétt. Að stjórna tímanum er að stjórna niðurstöðunni. Þegar við tökum þetta allt saman, þá er þetta er ekki góða reglur. Þær eru kaldar og útreiknandi. Akkurat. Og þá vaknar spurningin. Hver kenndi okkur þessar góðu reglur? Svarið, samkvæmt þessari hugsun, er að samfélagið, valdakerfið, þarf hlýðnar fyrirsjáanlegar kindur. Því það er auðveldara að reyja og sláttra gæfum kindum. Einmitt.
Þessar makkjavelísku reglur eru fyrir þá sem neitar því flutrekki. En það hlýtur að hafa sálrænan kostnað. Það er erfitt að viðhalda raunverulegri nánd ef maður er alltaf í strategískum leik. Algjörlega. Og það er valið sem hver og einn verður að taka. Því að lokum segja þessar heimildir eru bara 2 hlutverk í heiminum. Hamarinn eða steðjinn. Þeir sem leika leikinn og þeir sem er leikið með. Þriðji kosturinn er ekki í boði. Og þetta skilur okkur eftir með stórt umhugsanarefni. Því heimildin að gefa í skyn að þetta séu ansreglurnar sem má tala opinberlega. Að það sé til enn dekkri aðferðir. Þannig að spurvíkin er, ef þetta eru reglurnar sem við getum séð, hvaða ósögu lögmál getur þá stjórna þeim valdastigum sem við skynjum einu sinni? Og hvað kostar það sálarfrið manns í raun og veru að velja að vera hamarinn? Takk fyrir að vera með okkur til enda. Ef þessi þáttur hjálpaði ykkur, endilega setja like, skilji eftir stutta athugasemd og deilun með einhver sem geti haft ánægja ánum. Hver deiling hjálpar fleirum að finna okkur. Og ekki gleyma að vera áfram áskrifandi að karismatík, það besta er enn framundan. Sjáumst í næsta þætti, halda áfram að vera karismatík. Charismatic.